Andri Snær, sigur á móti Fram í bikarnum, en viltu að byrja á því, hvað borðar Andri Snær á aðfangadag? Ég borða hamborgarhrygg og mikið á hann. Ég bara fer all in og klára mig bara. Þú segir all in, þitt lið fór svona þokkalega all in í dag. Fyrri hálfleikur var jafn og spennandi þar sem þið leiði leikinn, allan leikinn, og svo kemur seinni hálfleikur þar sem þið lendi undir í smá stund og svo rauninni bara varla sögunum meir. Já, við vorum bara frábærir í dag. Þetta var geggjaður sigur hjá okkur, við vorum góðir og mér fannst við vera með frumkvæði, við vorum með frumkvæði allan fyrir leik, klárlega. Þeir voru eftir okkur og gekk bara lóðlega að slíta það frá okkur og þeir gerðu bara vel, kviknaði á svona byssunum þeirra í seinnileika fyrirháleiks og við reyðum ekkert við skotið fyrir utan. Svo komast þeir yfir í seinniháleik og þá vorum við hikandi fyrst og fremst í sókn og það voru svolítið þungið sóknulega, fannst mér, en ég var alveg að fara að taka leikri, þá kviknaði á húsinu og það þurfti ekki að taka leikni. Það var bara, vorum aftur í gangi, 5-0 kafli og við vorum helviti góðir. Skrímslið sem Káa í Final Four eða úrslitum, getur þú lýst því fyrir okkur? Já, mér Káa bara stór klúbbur með mikla hefð, mikla sögu og það fullt af fólki sem muna gömlu tímana og við erum bara að reyna að vinna svolítið við Káa-gildin okkar sem við viljum hafa og standa fyrir og við bara viljum að Káa sé að berjast í stóru leikjunum og það frábært fyrir klubbinn að komast í Final Four. Það bara að gera auðvitað, það stórt og við erum sáttið með það en við ætlum að gera betur og það bara hugur í okkur og við viljum meira. Síðast þegar Káa fór í Final Four þá endaði Káa í úrslitum á móti Val. Hvað viltu segja við Káa-fólk nær og fjær? Þarf að fara að kaupa sér miða? Já, vissulega að spá í þetta en Káa-fólk þarf bara klárlega að fara að huga því að finna dagsetninguna hvenær við erum að spila og ég veit það verður bara alveg svo síðast þegar Káa var í bikarúrslitum. Það var 3/4 af áhorfendunum voru Káa-fólk. Þannig að við þurfum aftur að kveikja á því og ég veit að þeir munu styðja við baki okkur. Þetta er ómetanlegt, þetta er algjör ómetanlegt að finna fyrir þessu stuðning og þetta hjálpar okkur gríðarlega og bara við hefum mikið að þakka. Við erum bara með okkur í baráttunni þannig að við erum bara alvöru lið. Og tilkynnt strax eftir leik, nýr leikmaður í Káa-liðið, Ágúst Elí Björgvinsson sem mun koma í næsta leik sem eftir ámót 4. febrúar. Hvað hefur að segja um þetta? Já, bara þetta er frábært, algjörlega, stórt fyrir okkur að ná í Ágúst Elí og hann líka þetta er bara vinn algjörlega fyrir baðan alltaf. Hann er búinn að vera án félags og við er spenntir að fá hann inn í hópinn okkar. En við bara eins og erum með frábært lið. Þetta bara þéttir okkur enn frekar og við hlökkum til að fá hann og koma honum inn í hlutina í okkur og sýna honum brynjuvísinn og sprettinn og allt þetta og svo bara greifa hann þetta. Svo bara verður gaman að mæta mjög feskir í febrúar, þetta byrjar því. Það var svo kannski erfiðasta spurningin. Nú átti Bruno Bernat frábæran seinni hálfleik í leiknum í dag. Hvernig mun Bruno taka þessu títum? Bruno bara alltaf búinn að vera frábær í vetur, algjörlega frábær og þetta bara hann bara veit það að í góðum klúbb þá þarf að vera samkeppni og þarf að vera 2-3 í hverja stöðu og hann er þroskaður. Bruno sýnir til þroskaða framstöðu í vikunni, var meiddur, hann spilaði og stóð sér frábærlega. Hann er bara frábær markmaður og þeir munu vinna gott teymi ásamt Gumma Imsland og Ópa. Það er bara hann. Takk hérlega, Andri.